Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum heimsækjum við Hótel Keflavík og ræðum við Steinþór Jónsson hótelstjóra ferðaþjónustuna og nýja heilsölind sem þau voru að opna. Steini tók á móti fyrstu gestunum hér árið 1986 eða fyrir tæplega 40 árum síðan. En ég held hann sé að toppa sig núna kallinn. Við ætlum að kíkja inn, komið með okkur. Þetta komin. Já, hvernig sástu þetta fyrir svona, þetta alveg magnað að sjá þetta, þannig að, varstu alveg búin að sjá þetta svona fyrir þér eða þetta alltaf að fæðast? Nei, þetta fæddist raunilega allan tíman. Við vorum 18 mánuði að hanna þetta spa og þessu upplifunarsvæði meðan við vorum 4 mánuði og 2 daga að byggja hótelið. Þannig að þetta mikið meiri svona, mikið meira verkefni og mikið flóknari raunverulega. Það sem við getum séð hér að það sem almennt í Spö eru heiti pottar, hvíldarherbyggi, fótalaug, annar heitur pottur og svo gufur. En það sem ég langaði að gera var að búa til upplifunarsvæði. Þetta sé svona valkostur á móti stóru stöðunum eins og Sky Lagoon og Blue Lagoon og svo framvegis. Að fólk komi hér sem búa jafnvel annar staðar. En við hugsum þetta og hönnum þetta fyrir heimamenn. Þetta hugsað fyrir okkar fólk sem vil koma hér og bara búa til nýja lífstíl, slappa af og njóta. Og við getum alveg rölt og opna inn. Og þá sérðu hvernig þetta kemur út. Þetta sem froðan, hún kemur bara úr loftinu og fyllir smá saman klefan. Og við getum haft 4 mismunandi lykt í froðinni. Þannig að þetta verður svona ákveðin bara upplifun. Og þetta gott fyrir húðina og svo framvegis. En bakvið þetta spa erum við búin að leggja mikla vinnu í hanna. Þetta eru mósaikflísar frá fyrirtæki sem heitir Bisaccia og að sér hanna fyrir okkur allt saman. Þetta froðugufa? Já, þetta blautgufa og froðu. Þannig að það 2 tilgangur. Hér erum við svo með infrarautt og erum við með panela alveg á bakinu eins og eðlilegt og alveg niður til að ná þessu samloka áhrifum eins og við kalla það, geislinn á að taka líkamann, þannig að fólk á að vera 30-40 mínútur í þessu til að fá fulla upplifun og hitinn bara þægilegur, þannig að fólk situr hér og bara að njóta. Og svo bara þessi venjulega típiska gufa. Ég gat reyndar ekki stilt mig og setti flísar í hornið, það má þetta aldrei setja flísar inn í gufu út af hitanum, en ég setti það þannig að það sé ekki hægt að snerta, smá versastötsan í horninu. Og svo bætti við og gerði svona stjörnuloft sem kom eftir og voru búin að setja lofti sem fylgdi og svo tókum við það og breyttum. Þegar þeir tala snjó, að þá oft svona í skálum bara snjór. Og það sem gott í þennan snjó að hann kemur beint úr okkar vatnskerfi þannig að það má borða hann og allt saman. En þessi snjóvél sem sér að framleiða snjó og svo smá skynjari þannig að þegar það fyllist að þá stoppar snjórinn. Þannig að við getum stjórnað því. Og svo fékk ég mynd frá Ossovinni mínu til að setja í loftið. Þetta svona hugsað að þetta sé snjóhallir, öruggu snjóhallir með snjó í miðunni. Og svo getur fólk sest niður og þið sjáu hvernig klakamyndunum kemur hér. Þetta bara raunverulega kælikerfi með ljós á bakvið sem framleiðir snjóinn. Og svo eru við bara með stuðlaberg í hliðunum. Þetta svona hugsa sér bara að koma í smá snjókælingu og tylla sér og huggulegt? Já, þetta líka upplifun og það sem við erum búin að sjá núna að ganga mjög vel þessar fyrstu 3 vikur og mikil stígandi og það sem skemmtilegast að fólk sem hefur komið að koma með vini sína aftur og sína. Og þá finnst fólki þetta og fróðubæði svona þessi auka spennandi hlutur. Sem svona nýjung. Já, og getur séð norðurljósin í gegnum gler, þannig að það eins og sért í klefa og horfir upp á norðurljósin. Þannig að það svona hlutir sem við erum að reyna að gera fyrir utan þetta hefðbundna spa og líkamsrækt. Upplifun sem aðalorðið okkar. Svo ferð þú náttúrulega hverju degi, byrjar ekki? Já, þetta kaldi potturinn og ég með ákveðið trygg að því að nú sýna hann 6 gráður
að hérna það eru fæstir sem pæli í því að ég hækkar í 26 ári ég fer. Þannig að þetta svona gert til þess að fólk getur stjórnað því hér. Og það sýnt hérna, ef þú ferð úr 6 upp í 7-8 þá sýnir það tekur 6 mínútur að fara þangað upp. Og svo bara sérstakur hreinsibúnaður, við erum í mjög fullkomið hreinsikerfi og mjög fullkomna græjur og erum með bestu fyrirtæki á Íslandi sem sjá að halda öllu við hjá okkur, sem mjög mikilvægt til lengri tíma. Hérna síðan erum við með, þegar fólk búin að njóta hér á þessu svæði og við lítum á þetta allt sem hvíldarherbyggi, þótt að það sé ákveðið hvíldarherbyggi. Fólk á að geta sest niður í sloppunum, farið hérna í stólana, slappað af, panta sér drykki á barnum og veitingastaðnum, að maður ekki komi veitingar hingað inn en má vera veitingar frammi. Og svo þegar fólk búin að svitna hér, þá fer það hér og skólar af sér á leiðinni í heitupottana. Þannig að þá kemur þessi bara upplifun að þetta er hluti af heildinni, allir að sjá alla fara í þessa sturtur. Hérna erum við með sem fótalög fyrir kaldafætur og hérna fyrir heitafætur. Þessi bekkir hitna upp og síðan þegar fólk er ofan í heitapottunum og kannski er aðeins og heitt, þá getur það sest upp á kantinn. Svo getur það líka farið hér og fengið smá kalda bunu hérna í heitapottunum. Þannig já, þetta er allt sem gerist ekki á teikningum heldur gerist bara þegar við erum að vinna að þessu. Þetta er ekki, þú varst ekki búin að sjá allt þetta fyrir þér áður. Hugmyndirnar að fæðast í framkvæmdinni leið. Við skulum muna það að árið 1980 eitthvað þetta ofnasmiðja Suðurnesja. Og við förum hérna með gröfu og förum að grafa hérna fyrir heitupottum. Og hérna áttu að vera 2 heitupottar. En þegar ég var búin að grafa þá sá ég að þetta væri sniður að búa til laug. Og við köllum þetta partilaugina því að það er hægt að tæma hana og kvöldin getum við látið fólk mæta hér í sínu fínasta pússi og verið að njóta sem hluta af ákveðnu eventi eða upplifun. En hérna megin var stóra heitupotturinn, hann er 1,5 metra á dýpt og þá ákveðum við að gera þessa skrautlaug hérna meðfram til þess að það var búið að gera starra gat heldur en þurfti. Þannig já, þetta svona þróast. Þetta er barsvæði kannski, þú getur breytt þessu í... Já, og svo bara þegar fólk er í spa, að þá situr það hér onni og getur nota kantinn fyrir drykkina og það er það sem flestir eru að koma, er að njóta og það er meira að gera hjá okkur seinnipartinn þegar fólk er að koma svona eftir vinnudaginn, sest niður og fæ sér einn kaldan eða einn kokteil og við erum með sérstök plastglös sem eru gerð þannig að allir getur komið hér og við þurfum ekki áhyggjur af því að komi eitthvað slys. Og svo get ég fylgt hérna með okkur áfram hérna inn í þá nýjasta rýmið sem er þá okkar veitingastaður og bar, sturtu upplifanir og líkamsræktarstöð. Og hérna erum við með sem sal sem getur tekið upp í 80-100 manns þegar við búin. Til dæmis afmælisveislur, smáréttir og svo framvegis. Hérna erum við með líka útgang og inngang á þetta fyrir staðinn og þá fólk getur þá fara nýtt Vatnsnesið sem hluti af þessu upplifun. Og svo erum við með nuttsvítu sem er við stærst í Evrópu samkvæmt okkar upplýsingum sem eru 40 fermetrar, 3,5 á hæð. Og þannig að við ætlum svona að stílinn á það að fólk fái sérstaka tilfinningu hér og þetta er ekki bara klassa þjónusta, boðið upp og allt svona sem að 5-stjörnu staður á að geta boðið upp. Já. Og helst rúmlega það ef við náum því. Já. Og ef við förum inn í kallamegin, inn í sturtu aðstöðuna, þá erum við með þessu same shower heaven, það er ekki ástæðulausu því að við erum með sturtuhausa sem heita það og eru að gefa ákveðna upplifun. Hérna erum við með skápa sem eru eins og við segjum full size og færðu slopp og skó, það er tilbúið bara inni og hérna er þetta að hlaða síman og geyma skartgripi í ákveðinni hillu þannig enginn gleymi neinu og það er svona eitt af þessum litlu hlutum hérna er svo snyrtiborðið og hægt að tékka á vigtinni svona þegar þú ert búin að æfa eftir 3-4 vikur. Búin í rektinni. Já. En hvað þú ert arkitektinn aðeins svolítið sjálfur en hugmyndirnar á bakvið, ertu búin að sækja, ertu búin að fara í spa á morgunstöðum víðum heiminn, þannig að ertu búin að vera
fá hugmyndir hér og þar. Já, það svolítið sérstakt að hugmyndina koma alls ekki frá því að fara í spa-upplifun. Hugmyndin getur komið hvar sem fyrir hlutunum og ég veit best hvaðan hver hugmynd kom. Þá það oft mjög langsótt að hafa kveikt á einhverju hugmynd. En við til dæmis eins og með þessa veggi, þetta eru sérstakir veggir sem eru gerðir fyrir sturtuklefana og þarftu að gera í ákveðnu efni til þess að ná beigum og svona, við fyrir með inn í sturturýmið. Sjáu þið það eru veggirnir eru rúnaðir af og þeir mynda auðvitað hólf og hugsa ég að getur fólk til dæmis farið sem að vill vera prívat og þú sérð sturtuhausinn fyrir ofan þannig að það fer ekki á milli máli að það einhver að nota sturtuna. Erum við með kalt vatn til að kippa í, erum við með þetta shower heaven sturtu sem með 5 sturtum í einni sturtu og síðan í síðasta hólfinu erum við með þurrklefa. Þannig að fólk fer inn og eftir sturtuna og þá kemur blástur úr þessu eftir sturtuna. Þú hefur náttúrulega enga afsökunarsteini núna fyrir það að vera ekki duglegur að mæta í ræktina. Nei, núna það að sjá mun á mér sko. Þetta er ekki hægt að sleppa því að nýta þessa aðstöðu sjálfur en erum við með sem góðan og stóran sal. Við erum með tæki frá Technogym sem þykja það fínasta hjá þeim og þeir teljast vera það best í heiminum. Þannig að erum við með hlaupatæki og annað sem við erum með útbúðum í sjónvarpsskjám þannig að fólk getur upplifað sig hvar sem í heiminum. Og þau stýrast eftir myndinni, þú sér hraðan sem út að hlaupa, sér hæðina sem þú ert að fara í og svo erum við mönnutæki þar sem eru tröppur og annað og allan tíman myndefni sem fylgir með og svo fólk að æfa og það horfir yfir veitingastaðinn og barinn sem kannski þessi öðruvísi upplifun heldur en í öllum heiminum að setja þetta allt saman í eitt pakka og þess vegna það mín trú að upplifunin hún verður alltaf sterkari sem nýting heldur en þetta sé líkamsræktarstöð og spa. Jónútur, þú ert íþróttafræðingur og hér erum við í glæsilegri líkamsræktarstöð. Hvernig þetta allt tæknilegt en samt einfalt eða hvað? Já, þetta mjög einfalt og þetta bara mjög góð viðbót við spaðið sjálft þar sem að fólk getur komið og slakað á eða tekið á því. Tækin eru í hæsta klassa eins og allt hér inni. Einfalt í notkun og góður snertiskjör. Það app sem að fylgir hverjum einum notendar sem þú getur sett í símann hjá þér þannig að það hægt að fylgjast með æfingum, þú getur fengið sérhannað æfingaprógram hjá okkur. Þannig að þetta bara hluti af þjónustunni sem við erum að bjóða upp á. Þetta opið fyrir alla, Suðurnesjamenn og gestu? Hvernig blandið því saman? Já, líkamsræktin hluti af spaðinu og þegar þú kaupir aðgang í spa þá farið sjálfkrafa aðgang í líkamsræktina. Erum við sem stóran sal sem í miðju svæðisins sem um 800 fermetrar og hér hugsað að við getum verið með 80 til 100 manna veislur á kvöldin en fyrir spagesti þá eru þeir að njóta sérstaks spa-menjú sem eingöngu fyrir þá sem eru niðri og barinn hjá okkur hann líka hugsaður eingöngu fyrir spagesti og getur fólk komið og pantað góða drykki, hvort sem eru með áfengi eða ekki og allt þetta gert í svona plastglösum sem gerir það verkum að við getum boðið fólki inn og fólk getur farið með drykkina með að njóta þess að vera í gufinu og spaðinu og svo framvegis, kokteil eða kampavín eða rautt eða hvítt. Þannig að það svona mikilvægur þáttur í þessu öllu saman til að ná þessu heildarkonsepti. Þú ert búin að vera eldast við fullt af smáatriðum. Hvað þetta til dæmis? Ég var nú að sjá það daginn að það var ekki ómerkari maður heldur en Kalli Bretaprins sem var að fá svona haus og hann gerði seremoni úr því og kippti mér lagið þar hann vígðan en þetta sann sem skápur sem hugsaður á gólfi en ég ákvað að setja hann og fekk vini mína til að útbúa sterkar stóðir þannig að hér 500 kg haus sem verður með svona gerir ákveðin svip á barinn okkar og kaffivélin var sprautuð hjá nýsprautun og uppþvottavélin þannig að þetta gert allt til þess að halda þessu heildar útliti sem við erum að reyna að ná og svo verður bara boðið upp á barseðil og hann öðruvísi heldur en uppi og sama með matseðil, þetta alveg annar matseðil
En við erum auðvitað mjög heppnir með matreiðslumenn og þjóna og þetta tengist þetta allt saman. En svo getur fólk farið í versasloppunum eða kefsloppunum okkar sem eru svartir með gullrönd og farið upp og eða vill fá sér steikað hamborgara, þá það hluti af upplifuninni hérna og það kemur ekki þannig fyrir aðra gesti eins og það sé að koma einhverjir spagestir að þeir eru svona í fínum klæðum, getur við sagt. Já, þannig að fólk getur farið upp og fengið sér að borða í sloppnum. Já, þannig að það bæði möguleiki að nýta það hér, vera í sloppnum og fá sér eitthvað létt. Við verum hérna með kavíar og fogra og svona samlokur, en svo uppi eða þú vilt fá hamborgara eða steik eða fara í laxinn, þá ferðu bara upp á Kef restaurant. Svo hérna erum við með Kef Spa Treatment Suite og hérna hugmyndin að bjóða upp á paranutt og aðrar meðferðir og hérna Palli minn, það bjóða þær í nutt. Hérna sjáu þið hérna erum við með stórt og mikið herbyggi, þetta 40 fermetra herbyggi með sér flottum nuttbekkjum og þeir stýrast að rafmagn og getur lyft þeim upp og breytt þeim í hvaða meðferði sem og svo hérna enga pottur með nutti. Ég mest stoltur yfir því að við séum búin að gera þennan stað í Keflavík. Keflavík mínum huga grunnurinn að því að velgengni eins og til dæmis Kef restaurant. Því við erum að fá bæjarbúa til að koma og njóta með okkur og gera þannig að fólk vil koma að hitta hvert annað og við erum bara ánægð með það. En hvað þessi mikli áhuginn á Versace merkinu? Þetta eru góðar vörur, þetta eru góð gæði í þessum flísum og við erum að gera stað hérna til næstu 10 ára. Það þarf ekki að skipta eða breyta. Og þetta náttúrulega heimsfrægt merki? Þetta þetta heimsfrægt merki og þeir segja mér frá flísafyrirtækinu sem í Bologna í Ítalíu að það sé ekkert hús í heiminum með eins mikið af flísum frá þeim og þeir eru mjög ánægðir og hafa sent sérstakt fólk til að taka myndir og við erum á heimasíðunni hjá þeim og þeir ætla að koma sérstaklega til að auglýsa þetta sérstaklega þennan stað. Þú ert nú ekki þekktur fyrir að fara auðveldustu leiðina en þá þetta að segja með þessari framkvæmd þá ertu að stíga skref og hvað svona markmiðið með þessu? Hver sú hugmynd sem að drífur þig áfram í upphafi? Það mjög gaman að vera með þjónustu fyrirtæki þar sem að sér fólk kemur og vill koma aftur og svo framvegis. Ég búinn að vera hótelstjóri í tæp 40 ár, lengst af öllum á Íslandi og ástæðan kannski sú að við höfum verið að gera þetta sjálf og byggja þetta upp sjálf og höfum séð árangur af því sem við höfum verið að gera. Þetta þetta lang stærsta skrefi sem ég hef tekið hingað til. Ég nefndi áðan að við vorum 4 mánuði og 2 daga við pabbi að byggja hótelið þar til að fyrstu gestur komu inn eftir að Bassi byrjaði að byggja og svo framvegis. En nú erum við búin að vera 18 mánuði hérna. Og ástæðan fyrir þessu mun að þetta mikið tæknilegra system að sjá og svo framvegis og síðan þurftum við raunverulega að þróa þetta bara eftir plássinu sem við höfðum. Við erum ekki með nýbyggingu og það sem kannski kom mest á óvart hjá okkur, við þurftum að fara lengra í því að lagfæra húsnæðið, lagfæra lagnir og nota tækifærið að byggja upp fyrirtækið Hótel Keflavík, aðstöðu fyrir rusl og annað slíkt samhliða þessari uppbyggingu. Þannig að það kannski tafði verkefnið 6 mánuði með það sem við hugsum í upphafi og svo kannski það að við bættum aðeins í þegar við sáum að þetta var að koma vel út að þá vildum við gera betur og við viljum að þetta sé segull fyrir Ísland, fyrir Reykjanes og þetta sé staður þar sem heimamenn vilja njóta aftur og aftur. Þetta ekki staður til að koma og taka eina Instagram mynd, þetta staður til að vera og upplifa og við viljum að þetta sé stolt bæjarbúa og fólkið sem kemur hér og fólkið sem að koma nú þegar eins og Kef restaurant og svona, að það komi til þess að njóta og upplifa. Nú varstu með, COVID var erfiður tími en þið náðuð að klóra ykkur svolítið í gegn á þeim tíma og þú náður að hafa veitingastæðin opinn, þó nokkuð það ekki, meira og minna? Já, það var opið allan tíminn hjá okkur í COVID og við Hildur, kona mín, við gistum upp á Svítunni til þess að sjá starfsmannhaldi því við þurftum að skipta starfsmönnum út bara út af þessu nýju reglum. Við vorum með 5 svæði fyrir veitingastæðin, þannig við gátum haft 10 manns í hverju rými. Þannig að við náðum að eiga þann möguleika að það væri hægt að reka það á þess að það væri stórhagnaður í því, þá allavega náðum við að núlla það út og við erum eina hótel í Íslandi sem vorum opin allan tíman í COVID
og við erum stolt af því að það var líka svona, auðvitað vissi enginn hvað þetta langt og mér hefði vitað strax að þetta yrði svona langur tími, þá hefði maður kannski ekki haft úthaldið en við létum okkur hafa það og við kláruðum það. En hvað með veitingastæði? Nú hefur hann verið svona sækis í veðrið, getur við sagt, það er vinsæll staður á Suðunni sem örugglega einn sá vinsælasti. Sástu svona frekari tækifæri í veitingageiranum með hótelinu? Er þetta bara búið að þróast svona jafnt og þétt bara eins og margt sem hefur verið að gerast hjá þér eða? Já, það hefur þetta þróast en við byrjum þetta með ákveðin markmið og ég get alveg sagt að þau markmið náðust og rúmlega það og aftur þá er sérstaklega gaman að því hvað mikill hluti af okkar gestum eru af svæðinu sem segir að fólk ánægt því að fólk kemur auðvitað ekki ef að maturinn ekki er góður og þjónustan ekki er góð og við viljum þess vegna borga tilbaka og búa til þennan stað fyrir þetta sama fólk til að koma og njóta og skapa nýtt umhverfi fyrir það. Hvernig sérðu fyrir þér, þú ert að tala um að heimamenn, þú viljir sjá þá nýta þetta glæsilega spa en þetta 5 stjörnu gæðum og annað, er þetta ekki ræður heimamaðurinn við það að koma og borga í þetta? Ég held að verðið þannig að allir eiga að geta komist sumir kannski sjaldnar en aðrir en ég held að verðið sé í hófið þannig að allir eiga að geta komið til að kannski upplifa afmælisdaginn sinn eða eitthvað slíkt en nú þegar eru margir hér sem eru að koma hérna annan hvern dag og njóta og þá eru þau komnir með svona meðlimagjald. Þú getur bæði gerst meðlimir hérna í líkamsræktarstöðinni eða í spaðinu og það er kannski svo leið fyrir þá sem að vilja koma oft og hérna gera það þannig. Þannig að er þetta orðið tilbúið núna eða er eitthvað smátt réttir eða ekki? Jú, við erum með að sjá tilbúin, við erum búin að opna og búin að ganga vel og eins og síðust helgi þá voru 3 tímabil, bæði 15. og 1. laugardag sem var uppselt hjá okkur og það var svolítið gaman að bara sjá það gerast að það væri fullt hús og sjá hvernig streymi fólksins var og svo framvegis og við auðvitað erum að vonast til að ná nýtingu allan daginn, þetta 12 tíma opnun frá 9 til 9 og við erum að stefnin á ferðamanninn sem kemur þá hugsanlega hingað á leiðinni erlendis, leiðin til Bandaríkjanna til dæmis, tékka út úr Reykjavík, koma hingað, fá sér að borða og fara í spa og fara svo í flug. Og þannig að það eru ýmislegt eftir að gera í markaðssetningu og annað til þess að ná og svo er það bara þannig með staði sem eru fyrir utan höfuðborgar, við þurfum alltaf að sanna okkur meira heldur en þeir, við þurfum að segja fólki að þetta sé staður sem á sér enga líkan á Íslandi og ég stend alveg við þau orð, það er ekkert sem getur jafnast á við Kef Spa í þessum geira og við viljum bara að við getum tekið á móti fólki eins og að þeir taka á móti okkur í öðru. Já. Þannig að þú sást þetta strax fyrir þér sem bland af þínir gestir sem að gista á hótelinu geti nýtt þetta og eins heimamenn. Já, við sjáum fyrir okkur að þessir allir þættir alveg eins og á veitingastaðnum. Ég myndi giska á 60% af veitingastaðnum séu heimamenn, 20% eru hótelgestur og 20% aðri gestir af Íslandi og ég geti vel trúað að hlutfallið yrði kannski meira ef við þurfum að ná meira af ferðamönnum hingað til þess að þessi hluti standi undir sér og það ætlum við að gera með því kannski að vera með 60-70% af túristum og fólki á höfuðborgarsvæðinu og öðrum landsmönnum sem vilja koma hér og nýta þetta við flugvöllinn. Þetta er alveg tilvalið að vera komin í afslöpun áður og leggur á stað í langt flug eða þegar þú kemur heim. Steini, hvað með allt þetta gull hérna? Hvernig, ég hef ekki séð gullarinn áður. Nei, þetta þetta bara venjulegu svartur arinn sem að við keyptum og ég vildi fá hann gullhúðaðan og talaði við vinn minn Sverrir Gunnarsson nýsprautun og þeir sprautuðu þetta fyrir okkur og það er gaman að segja frá því alveg eins og barinn er með þessu gulli og svo hérna áfram ef við förum inn í Kef Spa Shop þá erum við að bjóða upp á lúxusvörur frá Blálóninu og Versace og Epal og fleirum. Þetta er svona fyrir fólk sem vill gera vel við sig. Við erum að tala vörur sem þykja góðar og við völdum og fengum samstarf við Blálónið sem við erum mjög stolt af að hafa. Við erum með sjálfsögðu Versace bara út af okkar tengingu í flísum og húsgögnum og þá er þetta að kaupa bæði skálar og kerti og annað og svo er einhverjar vörur frá Epal og svo hinum með 66 á norður og það líka þurfum við að eiga til að geta selt fólki í sundföt sem að koma kannski ekki búin að reikna með þessu aðstöðu og það hefur gengið vel þessu 3 vikum, allar þessar vörur hafa verið að seljast og mjög gaman að því, við heldum kannski að það myndi taka smá tíma að fara í gang en þetta er allt gæða vörur þannig að við erum bara ánægð að hafa þær.
En hérna svona rými sem hérna með pottum og gufu og froðubaði og ísbaði, þá fylgir því tæknirými. Og ég var svo heppinn að pabbi hann skildi eftir mér hérna gang sem ég gat fyllt af dóti. Ef þú kíkir fyrst hérna til hægri, þá hérna froðuvél og snjóvél og allt sem því fylgir. Og svo hérna tilbaka hreinsigræjur og hér getur þú gengið eftir ganginum og séð alla lagnirnar sem að fylgja þessu spæi. Og hér hefur lagnaþjónustan verið að vinna fyrir mig og nesraf í raflögnum. En þetta endalaus gangur og þetta ekki eina rými, það eru 4 rými sem eru í kringum þetta hjá okkur. Og allt merkt og hérna sýnir hvernig þú átt að stilla klórinn, hitann og halda utan hreinlæti. Steini, þú byrjaði 1986 og þetta er langur tími, nokkrir áratugir. Hvernig finnst þér svona ferðaþjónustan hafa breyst? Eða hefur hún bara þróast á eðlilegan hátt? Hún hefur breyst þetta gríðarlega. Ísland var ekki raunverulega ferðamannaland. Við vorum hérna að biðja okkar nýtingu á hermönnum hérna í upphafi. Og maður sá ekki fyrir sér að það myndi vera þannig að það yrði fullbókað dag eftir dag með, eins og við segjum, venjulegum ferðamönnum. En það sem mér finnst mest gaman, það sem ég hef tengst eru flugmálin. Ég kom þarna með flugfélagi Kanda 3000 og það var svona kannski fyrsta skrefið að breyta því að það væri bara eitt gott flugfélag sem Icelandair og við erum í dag með 29 flugfélög sem fljúga til Íslands og frá öllum þessum stöðum. Það er það sem gerir fjölbreytnina og möguleikana. Við gætum aldrei byggt upp ferðamannaland þar sem kemur bara frá New York og London. Hver er svona þín upplifun af ferðamönnum svona gagnvart Reykjanesinu því að við erum þar? Já, sko Reykjanesið er auðvitað að vaxa og dafna og við þurfum auðvitað sjálf að hafa trú á okkar svæði. Við erum með svo margt skemmtilegt hérna í kring, við erum með blálónið, við erum með einstaka náttúru, við erum í dag með eldgos og það sem því tengist og við þurfum að gera þetta í ákveðinn hátt. Ég vil meina það að einhvers staðar hafi markaðskerfið okkar klikkað á Íslandi að reyna ekki að nýta það sem að gerast, að eiga fallið norðurljós við hérna nýrunnið hraun og svo framvegis. Og þetta er allt tækifæri sem við verðum að nýta okkur og við sjálf verðum fyrst að upplifa það og síðan bera út boðskapinn til þeirra. Því Reykjanesið er raunverulega fjölbreyttara heldur en flest önnur landsvæði á Íslandi. Nú er eldgos búið að vera hérna í nokkuð reglulega 10 eldgos síðan 2021 á tæplega 4 árum. Hvernig er það búið að þróast? Fyrst voru þetta svona túristagos en nú er þetta bara alvarlegra síðustu 7 gos en hvernig hefur þetta haft áhrif á ferðaþjónustuna? Þú rekandi hérna hótel og veit ekki það. Ferðamaðurinn upplifir þetta öðruvísi heldur en kannski við að því leyti til að þegar þessu hörmungar gengur við Grindavík og svo framvegis sem að við skiljum og við erum með starfsmenn sem að vinna, sem búa þar og upplifum þetta frá fyrstu hendi, að þá kannski horfir ferðamaðurinn á það öðruvísi. Bæði þá þannig að hann gerir sig ekki grein fyrir hvað þetta er alvarlegt og sama tíma kannski einhverju sem eru hræddir við gosið. Ég líti á þetta sem tækifæri núna, við erum komin hingað, við erum búin að taka ákveðna stefnu og núna eftir þennan tíma eigum við að horfa á hvert gos sem tækifæri til að auglýsa og byggja upp svæðið okkar. Hver eru viðbrögð ferðamanna við gosinu? Eru þeir hræddir við að koma eða er þetta bara orðið eðlilegt? Ja, þetta er bara eðlilegt og fólk vill koma og það er mjög gaman að við sjáum gosi hérna bara eins og við Keflavík hérna bara af svölunum og fólk finnst það vera svo mikið nálað. Við erum hérna með skjá í móttökunni alltaf þegar gos eru í gangi og fólk sér þá gosið og hraunið og horfir svo út gluggann og sér að þetta sé raunveruleikinn. Það gerir þetta mjög skemmtilegt og það er raunverulega hvert þessum hlutum er þetta bara tækifæri og ekkert annað. Hvað eru mörg herbyggi á hótelum? Þú ert búin að vera endurnýja þau og laga þau til og það er ekkert mörg ár síðan að þú byggðir hérna við 5 stjörnu gistingu, Diamond Suite. Já, sko, við reynilega tókum þetta í 2 áfangum. Við byrjuðum með 30 herbyggi, fórum síðan í 70. Þar að meðal var þessi Diamond Suite herbyggi en við breyttum þeim í 5 stjörnu herbyggi 2016. Svo bættum við hérna við gistiheimili hérna hinum megin og svo núna í fyrra þá keyptum við hérna olíuslóðina
og þar eigum við möguleika að bæta við herbyggjum, hvort sem þau verða 50, 100, 150, þá bara framtíðin eftir leiðiljós, en allir innviðir í okkar, sem að nota það pólitíska nafn innviðir, eru komnir, þannig að við getum vel tekið við 100-200 herbyggjum án þess að þurfa að breyta miklu í þessu sem heitir móttaka og þjónusta, KEF-spa, KEF-restaurant og svo framvegis. Voru viðbrögðin við 5-stjörnu gistingunni þau sem þú vildir? Ertu búin að vera að fá gesti þar sem að borga kannski 2-falt eða 3-falt þar ekki allt heldur en venjulegt herbyggi? Ég væri ekki á þessari vegferð sem við erum núna ef það væri ekki fyrir það. Við vorum raunlega bara heppin að hafa hugsað að fara alla leið. Það er mjög munur að fara langt og fara alla leið, og það held ég að sé svona okkar upplifun að gera hlutina aðeins betur heldur en fólk reikna með, sé það sem skiptir öllu máli. En sérðu fyrir þér þá stækkun hérna í átt að fyrirverandi bensínstöð, sérst þú búin að eignast þá lóð og sérðu fyrir þér stækkun á hótelinu og þangað? Já, við erum búin að teikna það og útbúa við erum búin að skoða það. Auðvitað er það ekki allt hótelherbyggi, því þetta er stórt og mikið land, en við sæjum fyrir okkur að vera með herbyggi hérna næst okkar byggingu og síðan vera kannski með íbúðir og þjónustu. Okkur langar að búa til KEF-center hérna, vera með veitingastæði, þjónustu, vera með þjónustu í kringu spæð sem getur verið hárgreiðslustofur og rakarar og svo framvegis. Og þetta þarf alltaf að taka sinn tíma, því að hver hlutur þarf að hafa sitt andrými og líka hönnunar tíma. Þú búin að lifa og hrærast í þessu í tæp 40 ár. Hvað er skemmtilegast í þessu? Það er kannski þessi nála við fólkið. Það er líka það að hafa náð að búa til hóp sem er hluti af okkur. Við erum með starfsmenn sem hafa verið langan tíma og þeir starfsmenn sem eru hættir, og það voru 2 starfsmenn áðan sem eru búin að vinna hjá okkur í 10-35 ár og eru að koma og kíkja í kaffi. Þannig að þetta verður fjölskylda og það er allir sem vinna sama marki að gera eitthvað sem kannski aðrir eru ekki að gera hlutina betur, og það er það sem er skemmtilegt við þetta. Þetta er lifandi starf og kannski þessar framkvæmdir, þetta er alveg nýtt starf í sjálfu sér þótt að sé inn á mínu hóteli, að þá þarf maður að hugsa eins og píparur, rafvirki og hönnuður og annað, og það er það sem ég finnst gaman, en auðvitað fer ég stundum aðeins út fyrir ramman, pæli að ljósa nótt eða 200 Reykjanesbrautar sem við gerðum á sínum tíma, því að þetta er svona, já, það er gaman að hugsa út fyrir ramman og hugsa heildina, og það er það sem við viljum gera. Við viljum að fólk upplifi að við séum ekki ein hérna, við erum hluti af samfélaginu og við viljum halda því áfram. Við þökkum fyrir áhorfið. Viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blaðið okkar í hverri viku, því er dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og 4 á höfuðborgarsvæðinu. Meðal annars fyrir Grindvíkingana sem eru fluttir. En við erum líka að skrifa nýtt efni á vefinn alla daga, ýmiss konar fróðleg umfjöllun og nýjar fréttir. Og þá eru fréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar í alla okkar miðla. Þannig að endilega senda okkur hugmyndar á vaff@vaff.is. Við þakkum fyrir að sinni, sjáum síðar, verið sæl.